Kæru fundargestir og fundarbjóðendur, þakka ykkur fyrir að hafa boðið mér hingað. Það eitt málefni sem mér hugleikið sem ég hef fjallað í nokkuð mörg ár og ég ætla að taka hérna sérstaklega fyrir. Það þarf ekki að segja ykkur það að það brenna hérna margir eldar og eitt það bál sem að brennur hvað stríðast núna er verðbólgan. Þessi verðbólga brennir upp allar eignir nema eina og það eru verðtryggðar eignir. Og hver skyldi nú eiga verðtryggðar eignir hér í landinu? Jú, það eru bankar og það eru lánasjóðir. Og hverja greiða fyrir þessar verðtryggðu eignir? Það eru heimilin í landinu. Eignir heimilin í landinu eru að hverfa á meðan að vaxa og vaxa og vaxa eignir banka og lánasjóða. Þess vegna spurt, hvort stendur ríkisstjórn Íslands með lánafyrirtækjunum og fjármagnseigendum eða heimilunum í landinu? Þetta er annaðhvort eða spurning, já eða nei. Það þýðir ekkert fyrir ríkisstjórnin að ætla að ríða klofvega á girðingunni hérna og segja pínulítið þar og pínulítið hér. Það er annaðhvort eða. Ég skal orða spurninguna svolítið nákvæmar þannig að það fari ekki milli mála hvað ég á við. Er ríkisstjórn Íslands tilbúin til þess að afnema verðtryggingu af lánum til almennings? Nei, raun og veru ekki. Já eða nei? Ég veit að hún mun svara og hefur reyndað að svara þegar þessi spurning hefur hljómað áður. Þetta er svo ægilega erfitt. Við þurfum að gæta lífeyrissjóðunum og nýlega las ég í Morgunblaðinu grein eftir virtan starfsfræðing sem að sagði að verðtryggingin væri Guðs gjöf. Það er ekki nema að vona með að segja svolítið ráðviltir í því hvað verðtryggingin er í raun og veru. En ég veit mann, vitran mann, Albert Einstein sem að kallaði þetta 8. undur veraldarinnar. Hann þekkti að vísu ekki þetta hugtak verðtrygging en hann var að tala vaxtavexti. Og góðir hugamenn, verðtrygging og verðbætur eru ekkert annað heldur vaxtavexti. Það sem er hins vegar svolítið merkilegt við þessa vexti er að þeir eru ekki ákveðnir í bönkunum og þaðan að síður í seðlabankanum. Nei, þeir eru ákveðnir einhvers staðar út í bæ. Það er hækkun á bensíni til okkar sem ákveður þessa vaxtavexti eða breyting á verði á kókapössi til okkar eða bíómiðunum. Þarna eru ákveðinni teknar það hversu háir þessi vaxtavexti eiga að vera. Og það er annað merkilegt við þessa vaxtavexti. Það er að við þurfum ekkert að borga þá strax. Við getum tekið og eigum að taka það á láni til alltaf 40 ára. Og svo reiknast náttúrulega vextur og vaxtavextur ofan á það allt saman. Það er ekki nema að vona að Albert Einstein hafi kallað þetta 8. undur veraldarinnar. Mín tillega hljóðar svona. Ég legg til að verðbætur verði frystar við 4%. Það er markmið Seðlabankans. Þegar verðbólgan er komin niður fyrir 4%, þá er hægt að afnema verðtrygginguna og breyta vaxtatölunni í breytilega vexti. Þar með erum við komið með lánakerfi sem að tíðkast alls staðar annars staðar í heiminum. Ég veit líka að þarna koma andmæli. Menn segja vextirnir verða þá neikvæðir, það er að segja þeir verða lægri heldur en verðbólga. Hvað með það? Það er nú bara þannig líka alls staðar annars staðar í heiminum þar sem verið að glíma við lánakreppuna í dag. Vextir eru það neikvæðir, því þá ekki líka á Íslandi.
að ef við myndum afnema verðtrygginguna þá myndi eigið fé Íbúðalánasjóðs brenna upp á 2 mánuðum. Og aftur spyr ég, hvað með það? Er það verra heldur en ef eigið fé heimilin í landinu brennur upp? Og svona rétt til þess að menna ríkisstjórnina ábyrgð og hún kom fall í bönkum til bjargar þegar þeir fóru á hausinn. Þá hvarf þeirra eigið fé og hvað gerði ríkisstjórnin? Hún setti inn í þá 100 milljarða til þess að rétta við eigið fé. Þetta væri kannski fyrirmynd til þess að bjarga Íbúðalánasjóðunum ef hann skyldi lenda í þessari aðstöðu. Þá erum við komin að lífeyrissjóðunum og það er vissulega vandi. En við skulum að athuga það að mín tillaga hún snerist það að afnema verðtryggingu á lánum til almennings. Ég hef ekki getað mótið því þó að ríkisvaldi gefur út verðtryggða pappíra sem að lífeyrissjóðunni síðan kaupa. Ég hef ekki mótið því. Þannig gætu lífeyrissjóðunir ef þeir vildu haldið áfram að kaupa verðtryggða pappíra. Verðtryggð útlán til sjóðsfélaga innan við 10% af eignum lífeyrissjóðanna og ég held að það sé varla í hættu vegna þess að meginreglan er líka svo að vextir af óverðtryggðum skuldabréfum eru yfirleitt hærri heldur en að verðtryggðum. Þannig hefur reynda verið síðastliðin 20 ár. Það er því engin skaði skeður heldur fyrir lífeyrissjóðunum. Hins vegar finnst mér það alvarlegt mál ef að það á að bjarga lífeyrissjóðunum með því að fórna eignum okkar, eignum ungs fólks, eignum fólks sem er á vinnufærum aldri. Það gengur ekki. Og þess vegna legg ég til að það verði gerður sáttmáli kynslóðanna það hvernig við ætlum að fara í að fjármagna þessa lífeyrissjóði. Án þess að það verði til þess að ungt fólk og almenningu verði gjaldþrota. Jóhanna félagsmálaráðherra, þinn tími er núna. Gríptu tækifærið og afnefndu verðtryggingu á lánum til almennings.